Málmsmíðaverkstæði Verkmenntaskólans á Akureyri gegnir mikilvægu hlutverki, enda málmiðnaður nokkuð stór atvinnugrein á Eyjafjarðarsvæðinu. Nokkur fyrirtækin á svæðinu tóku sig nýverið saman og gáfu skólanum fullkomnar suðuvélar sem komið hefur verið upp á málmsmíðaverkstæðinu. Já, það leysa reyndar 15 ára gamla vélar á hólmi og eru náttúrulega með nýjustu tækni sem ég kann svo sem ekki að útskýra. En það bara allt annað að sjóða með svona nýjum vélum í dag heldur en 15 ára gamlu vélum. Þetta bara eins og bílarnir, þetta tekur framförum. Þannig það var komin tími á breytingar? Já, heldur betur og við erum afar þakklátir þessum styrktaraðalum sem að gefa þessar vélar og án þessar styrktaraðala þá bara værum við enn með gamlu vélarnar, það bara svoleiðis og þá þetta engin endurnýjun. En málmsuða og tæknin bak við málmsuðuna, hún alltaf að breytast? Aðferðin alltaf svo sama, en það tæknin sem breytist. Þannig að ef þú ert að pinnasjóða eða tyggsjóða eða mixsjóða, þá ertu í rauninni að framkvæma alltaf sama hlutin með ljósboganum, sko. En það bara betra að gera hana því að vélarnar eru betri og fullkomnari. Það getur verið vandaverk að sjóða. Já, það heilmikið kúnst og þetta bara æfing og aftur æfing, þú þarft að fá góða tilsjón og síðan þetta bara æfa þig og sumir verða góðir í þessu fljótlega en aðrir ná þessu bara hreinlega aldrei. Þetta sennilega bara eins og með stærðfræðina eða dönskuna, menn ná þessu misfljótt og sumir verða aldrei góðir í stærðfræði eða dönsku en sumir verða það. Og þá ágætt að hafa góð tæki til að kenna á. Já, heldur betur. Það frábært að hafa þessar nýju vélar í básónu sem eins og ég sagði áðan, leysa af þessar gömlu og það í rauninni bara allt annað líf að sjóða með þessu. Fyrirtæki á Akureyri og Eyjafjarðarsvæðinu hafa staðið nokkuð dyggilega bak við þessa deild til dæmis. Já, það alveg ótrúlegt í rauninni hvaða velvilja við fáum út í samfélaginu hérna og það í rauninni nóg að bara hringja eitt símtal og segja hug sinn og þá jafnvel komið bara ný vél daginn eftir, til dæmis með þessar vélar, þetta eru 12 suðuvélar sem við fengum hérna í básana og svo hérna hlaupakottur sem hérna í loftinu sem allt bara gjafir frá fyrirtækjum hérna í bænum og eina sem við gerðum var í rauninni að hringja nokkur símtöl og fara svo bara í heimsókn í fyrirtækin og segja hvað við vildum og við buðum alveg upp á að segja nei og það var bara enginn sem sagði nei þannig að komir í rauninni bara á óvart hvað þetta verulega auðvelt að fá stuðning hérna út í þessu litla samfélagi. Ég ekki viss að þetta myndi gerast alls staðar. Málmiðnaður á Eyjafjarðarsvæðinu nokkuð öflugur sérstaklega á Akureyri og þá skiptir væntanlega lykilmáli að þessi iðngrein sé kennd. Já, ég held að þetta svæði við getum státað því að vera með mjög góðan málmiðnað og bara það besta á landinu held ég bara með að segja. Og við erum að þjálfa upp náttúrulega mannskap í þessi stóru fyrirtæki hérna í bænum sem slipstöðin náttúrulega ber höfuð og herðar yfir og kannski gaman að segja frá því að slipstöðin hefur alltaf gegnum tíðina verið okkar svona helsti bakhjarl og að öllum öðrum ólastöðum.